En vindum okkur bara í þetta. Svona aðeins að hlaupa yfir efni erindisins, en það sem sagt, fyrst svona aðeins að tala tegundina, hvar hún finnst í heiminum og hver hennar sérkenni, og svo sérstöðu Íslands, af hverju eru melrakkar á Íslandi svona merkilegir, og það sem sagt, þá svona þættir eins og fæðuval, tímgun, erfðafræði og svo rannsóknirnar hér, þekkingin og aðgengi að bæði lifandi og dauðum dýrum, og svo samskipti aðra tegundir sem öðruvísi á Íslandi en annars staðar, og svo pínlítið niðurstöður rannsókna stofnstærð, breytingar á stofnstærð og ýmsa áhrifaþætti, veiðar og tjón pínlítið af því að menn hafa áhuga á því, og svo nýjar upplýsingar um mengun og ástand stofnsins, og svo tekið þetta saman í lokin. En melrakki elsta íslenska ritaða nafnið á þessari tegund hér og þýðir í rauninni melþýð mjöll á gammelnorsk og þýðir í rauninni svona litli rakkinn á snjónum. En hann kallað fjallarefur í Skandinavíu, enda heldur hann sig aðalega upp til fjalla, en heimskautarefur svona almennt eða Arctic fox. Þetta nyrsti refurinn af 13 refategundum. Hann hvorki algengastur né sjaldgæfastur og hann ekki minnstur og ekki stærstur, en engin önnur spendýrategund hefur sést eins nálægt norðurpólnum og tóan. Þetta frekar lítill refur, meðaltali 3–5 kíló. Hann hefur sérstaka aðlögun að heimskautalífinu, kulda aðlögun. Það að segja að hann með svona saman rekinn búk. Hann með litla stutta fætur og lítil eyru og stutt skott og háls og allt svona rúnnað og það svona eins og til að varna hitatappi. Hann með þykkasta feld í dýraríkinu, algjört heimsmet, meira en 20.000 ára á fersentimetra. Það bara sjóoturinn sem með eitthvað svipað, en á sumrin náttúrulega fellir hann feldinn og frekar þunnhærður. Það eru tveir megin litir til, það mórautt og hvítt. Mórautt talsvert algengt á Íslandi, yfir helmingur íslenskra melrakka eru mórauðir, en 90% af heimstofnunum eru hvítir og þeir skipta litum. Svo til þessi sem að menn kalla bleikur eða landróver og hann finnst allt útbreiðslusvæðið en frekar fágætur. Þessi tegund afsprengi ísaldar og hefur þessar aðlaganir að kuldum og svelti norðurhjarans. Þetta svona sirkumpólar tegund, þar að segja hún finnst allt í kringum norðurheimskautið, en útbreiðslusvæðið hefur dregist verulega saman síðustu 100 árin. Og það 200 eða innan við 200 villtar eftir Skandinavíu, samtals í Noregi og Svíþjóð, og engin eftir í Finnlandi, það kannski 5 stykki eitthvað svoleiðis. En þar hefur friðun staðið yfir frá því 1928 og gengur frekar hægt að endurheimta stofninn. Tóan þykir mjög sérstök og Alþjóða náttúruverndarráðið eftir Kaupmannahafnarfundinn gaf út skýrslu árið 2009 sem kallast Species and Climate Change og þar taldar upp nokkrar tegundir, eða 10 tegundir af trjám og dýrum og kórulum og fleira sem þarf að fylgjast með sérstaklega vegna hlýnunar, áhrifa hlýnunar, og tóan talin þar með þessum 10 stykkjum. Og það svona 3 atriði aðalega sem eru talin ógna tegundinni á heimsvísu vegna hlýnunar og það sem sagt útbreiðsla rauðrefs og fjölgun rauðrefs á norðurslóðum svona hættulegasta ógnin. Það 2-falt stærri refur sem miklu algengari og hann ógnar tóunum og þær hopa norðar undan þeim. Það læmingjasveiflur sem ég fjalla aðeins betur á eftir sem sagt, sveiflur í stofnstærð læmingja sem helsta fæða tóunar á túndrunni og þær frekar sérhæfðar á mörgum svæðum. Læmingjasveiflunar hafa breyst þannig að framboð fæðunar að breytast og það hefur neikvæð áhrif á það. Og svo trjálínan og ísmyndunin að breytast líka. Trjálínan að færast norðar og ís hættur að myndast á sumum svæðum. Ísland hefur ekkert af þessum ógnunum og þess vegna ekki bara út af legu landsins og einangrunar íslenska stofnsins, heldur líka það að við höfum ekki þessar ógnanir sem að Ísland sérstakt og mikilvægt samanburðarsvæði.
Það fara aðeins út í félagskerfi vegna þess að það skiptir svolítið miklu máli. Þetta eru ekki flokkstýr, þetta eru svokallaðir innfarar, það er að segja að fyrirkomulagið bara par og þau parast fyrir lífstíð. Það er svona reglan, að sjálfsögðu undantekningar frá öllu reglum. En á meðan bæði lifa þá halda þessi saman og sama óðali. Taka bæði þátt í að verja yfirráðasvæði sem er kallað óðal og þar geta verið eitt eða fleiri grennstæði þar sem að læðan gýtur og hefur verið yfirleitt allt sem þarf til að koma upp yrlingum yfir sumartímann. Mökunin fer fram í mars og læður móttækilega bara í örfáa daga. En þetta tekur fljótt af og ef að missa þessu tækifæri þá þurfa að bíða í 1 ár. Meðgöngutíminn aðeins minni en hjá hundum en þær eru að gjóta svona frá miðjum maí og til loka maí. Það eru flesta gotnar í byrjun júní, kannski það allra sínustu þá. Það eru sem sagt báðir foreldrar sem taka þátt í umönnun yrlingana. Það mjólka í svona 6-7 vikur og yrlingarnir farnir í étasmáið sem 4 vikna gamlir og þetta hraðvaxnasta tegundin innan hundaættarinnar. Þeir ná fullir stærð á 4 mánuðum, þannig að þeir þurfa mikið að éta og báðir foreldrar þurfa að taka þátt í að gefa þeim. Þeir verða yfirleitt orðnir sjálfstæðir í september en það einstaklingsmunur á því hversu bjargaráða þeir eru en flestir eru farnir að heiman haustið og það kemur fyrir að ungar læður fá að vera áfram á óðali foreldra sína en dýrin geta síðan orðið kynþroska næsta vor, sem sagt 1 árs gömul og það aðeins hluti kynþroska dýra sem að ná að tímgast. Þeir þurfa að hafa maka og aðgang á óðali til þess. En hver sérstæða íslensku tófunar? Það eru nokkuð dæmi sem ég ætla að nefna. Það til dæmis engin samgangur við aðra stofna. Ísland ekki í ístengingu eða landtengingu við önnur lönd og þess vegna takmarkað flæði erfðaefnis frá og til Íslandi. Hér ekki læmingjar en þar sem að læmingjar þar eru tófur mjög sérhæfðar í fæðuvali. Sérstaklega vegna þess að þar eru líka önnur rándýr og margir keppinautar og kannski ekki eins mikið af fjölbreyttu fæðuframboði og hér Hér tófan stærsti og öflugasti afræningin í íslenskri náttúru með haförninum. Þannig að þetta litla dýr okkar mesti ógnvaldur og refir eru álitnir skaðlegir tjónvaldar á Íslandi og fólki sem við þekkjum erlendis frá finnst það mjög fyndið en okkur finnst það ekkert fyndið. Þetta bara okkar ógn. Og hér eru refaveiðar stundar allt árið kring en ekki eingöngu vegna feldarins á vetrum og þetta alveg sér íslenskt fyrirbæri. Á útbreiðslusvæðum tófunnar þá aðalega að tala 2 megingerðir búsvæða, þó svo að séu náttúrulega til fleiri gerðir. En það sem sagt túndran sem ég nefni, þar sem að læmingjar eru megin uppistaðan og þar fæðuvalið óstöðugt, þar segja þegar mikið af læmingjum þá frjósemi há og allt upp í 20 yrlingar í einu goti. Það mynd til dæmis að einni fjölskyldu þarna. Og þegar lítið af læmingjum þá engin tímgun. Það eru mjög fáar læður sem að gjóta og það misferst oft. Þannig að það getur líðið einhver 2-3 ára milli gota. Svo það strandsvæði, þar sem að fuglar og egg og eitthvað sjóreikið aðalfæðan. Og þar frjósemin lægri en stöðuleiki, þannig að það goti á hverju ári. Hérna mynd af þessum læmingjum og svo þarna önnur mynd þar sem að tófan að brjóta sig gegnum snjóin en þeir ferðast undir snjónum og eignast jafnvel afkvæmi á vetrum, þessi læmingjar. En íslenski refurinn á enga keppinauta og mjög fjölhæfur í fæðuvali. Hann étur allt sem að kjafti kemur og ætilegt getur talist og bæði rándýr og hræjata. Og hann líka grænmetisæta, ef maður getur sagt svoleiðis. Þeir éta mikið af hryggleysingjum og marflær og lirfur og jafnvel heilu hunangsflugubúin og mikið af berjum og sumstaðar þeir að éta kræklinga, svo éta hræ sem þeir finna, en fyrst og fremst þeir að éta fugla og egg sem náttúrulega nýmetið á sumrin og þeir fuglar sem staðbundnir.
Og þar sem að fæðuframboðið stöðugt, þá hefur það endurspeglast í aðlögun og frjósemi íslenskra reyfalæðna í rauninni aðlögun að þessu fæðuframboði sem hefur verið svona stöðugt aldabil og svona aðlögun tekur svolítið tíma en það er þetta sama tegundin og á túndrunni, þannig ég bið ykkur að kíkja best á síðustu setninguna að líffræðilega þá geta íslenskar refalæður orðið mjög frjósamar. Þær hafa sömu græjur og þessar læmingjalæður, þannig ef þær hafa aðstæður til þess þá geta þær orðið mjög frjósamar. Svoleiðis aðlögun tekur reyndar svolítið tíma en þetta er algjörlega fæðu tengd aðlögun. Og hérna graf sem er úr bókinni eftir Pál Hesteinsson, stóru bókinni Íslensk spendýr. Og þetta legör, það að segja ör eftir hvert fóstur sem læðan hefur gengið með. Og þessi bláu legur eru úr íslenskum læðum og þetta yfir 1000 sýni á bakvið þessi gögn. Og að meðaltali þær að eignast 5,4 yrlinga, eða milli 5 og 6 yrlinga. En rauðu súlurnar eru kanadískar refalæður sem eru læmingjalæður og þið sjáuð að frjósemin þar miklu meiri. Það ekkert óalgengt að gjóta allt upp í 12-13 yrlingum sem þætti mjög mikið hér og ein með 21 legur. Ef við skoðum aðeins einangrun íslenska melrakkans þá hérna kort sem úr grein frá 2005 þar sem var tekið erfðaefni allt kring og dökkgráa svæðið land og ljósgráa svæðið ís og það sést á þessari mynd að Ísland eina svæðið sem ekki í landi eða ís tengslum við önnur svæði og hefur verið það talsvert lengi. Það eru undantekningar, það eru bæði rússnesku og bandarísku eyjarnar hinum megin, Aleutian-eyjar og Commander-eyjar, en það eru líka mjög sérstakir stofnar sem eru komnar með undirtegundar status. Og það finnast arfgerðir á Íslandi sem finnast ekki annars staðar, en svo eru líka arfgerðir sem finnast annars staðar. En þetta ekki sér tegund. Það eru til beinaleifar af tóum allt suður í Suður Frakkland og Ítalíu og Bretland og það ekki búið að ná að magna upp erfðaefni úr þessum beinum en það möguleiki að Ísland sé með síðustu eintökin af Evrópustofninum. Það að segja þegar ísöld var þá voru þeir í jaðrinum og svo hopar ísaldarjökull í norðar og þá verða þær eftir hér. Þannig að það möguleiki á að við eigum síðustu eintökin af Evróputóunum. Þetta eru svona getgátur sem fleiri en ég hafa haft uppi. Það hefur líka verið gerð erfðafræðirannsókn innan Íslands og þetta grein sem birtist 2009, það sænsk stelpa sem gerði doktorsverkefni í fleiri þáttum reyndar og það sést á þessum kökum sem á myndinni að hver litur sýnir ákveðna arfgerð. Og það sést að það eru sérstakar arfgerðir sem hafa myndast á svæðum sem eru frekar einangraðar. Og það sérstaklega Vestfirðirnir sem skera sig frá. En samkvæmt hennar niðurstöðum þá þessi einangrun sambærileg við 100 til 200 kynslóðir og flæði erfðaefni sem mjög hindrað til og frá Vestfirðum vegna líklega þessara þrengingar sem þetta 12 kílómetrar. Og síðan eru það stóru árnar austan megin sem virðast líka hafa hindrað genaflæði þar aðeins frábrugðnari erfðasamsetning þar heldur en annars staðar. Þannig að það líka munur innan lands. Nú svo þetta sérstæða sem íslenska tóan hefur að vera vargur og við erum svolítið mikið í því að líta tóna sem varg. En það kemur líka fram í bæði lögum og í rauninni fjárlögum. Það hvergi greitt fyrir veiðar á þessu dýri nema á Íslandi og hvergi grenjavinnsla stunduð. Þannig að þetta mjög sérstakt og þetta búið að vera ákvæði í lögum allt frá fyrstu skrifuðu lögum á Íslandi að veiða tóur og setja eitthvað pening í það. Refatollurinn var settur á þá og hann var notaður til þess að greiða ef að bændurnir gátu ekki séð sóma sinn í því að veiða tófur sjálfir, þá greiddu þeir sekt og svo sekt var notuð til að borga veiðimönnum
eða einhverjum öðrum fyrir að veiða og þannig að þetta hugsanlega líka elsta launaða starfið á Íslandi. Þetta mjög merkilegt. Hér refir veitir sem sagt allt árið kring til að koma í veg fyrir eða minnka tjón. En þetta tjón hefur reyndar aldrei verið metið sem líka mjög merkilegt. En aðeins rannsóknir sem kannski svona minn partur. Fyrsta svona stóra rannsóknin á tófum á Íslandi framlag Theodórs Gunnlaugssonar, bókin Á refaslóðum. Hún kom út árið 1955 og seldist upp fyrir langa löngu og þangað til fyrir held ég 3 árum, hann var endurútgefin, að þá var hún mjög eftirsótt á bókamörkuðum og þetta voru langir biðlistar. En hann var 10 ára að skrifa þessa bók og stúderaði þetta mikið og var út í feltinu þetta svona mjög áhugaverð og merkileg bók. Það eru teikningar í henni og alls konar hlutir. Síðan 1958 veiðistjóraembættið stofnað og þá farið að halda utan veiðitölur og skrá munin á hlaupadýrum og grændýrum og slíku. Síðan 1984 tekur Páll Hestirsson við veiðistjóraembættinu og þá tekur hann strax upp samstarf við veiðimenn til þess að fá sýni eða þar að segja úrtak úr stofninum til aldursgreininga, en það nauðsynlegt til þess að meta stofnstærðina með einhverjum marktækum hætti. Hann gerði líka fullt af rannsóknum á sjúkdómum og heilsu stofnsins, skoða erfðafræði lita og ýmislegt. En fór síðan að safna heilum hræðum 86 og þá farið að skoða frjósemi og geltíðni og fleiri hluti. Og þetta samstarf stendur ennþá yfir og niðurstaða þess stærsta gagnasafn í heimi og þetta mjög merkilegt gagnasafn og mjög þekktar og mikilvægar upplýsingar og þær byggja algjörlega á þessu samstarfi. Þannig að framlag veiðimanna skal ekki vanmeta í þessu samhengi. Þeir hafa ekki fengið neitt sérstakar spórslur fyrir að hafa tekið þátt í þessu samstarfi nema bara vita meira dýrin sem að þeir veiddu. Og hérna setti ég nú mynd á Páli heitnum sem tekin í Hlöðuvík 98 þegar ég kynntist honum fyrst og þetta mjög svona dæmigerð mynd fyrir hann standandi út í feltinu á skyrtunni og stígvélunum. Og í rauninni þekkingin væri ekki til staðar í dag ef ekki hefði verið hann og allir hans samstarfsaðilar. En þetta var sniðugt hjá honum því að þetta náttúrulega hagkvæmasta leiðin til þess að afla gagna í rannsóknarskyni til þess að meta stofninn, að fá hluta af þessu hræjum sem hvort sem verið að veiða út allt land. Og þetta nokkur gröf sem verið tekin bara handahófið frá veiðitölum umhverfisstofnunar sem haldi utan þessar tölur, en með því að hafa eins og veiðarnar hafa verið á Íslandi í gegnum tíðina þá það mjög reglubundnar, alltaf farið að sömu staðina og alltaf sömu mönnunum og þeir heldur mjög góða dagbækur. Það í rauninni verið að gera vísindaathugun og taka sýni og þetta mjög mikilvæg rannsóknargögn. En það ekki búið þegar það búið að skjóta dýrið eða veiða dýrið og senda það sem nú oft alveg heilmikið stús. Það þarf að gera ýmsa mælingar utan á og innan á dýrinu og taka alls konar lífsýni og senda í mælingar hingað og þangað og efnagreiningar. Það þarf að flá hausinn og sjóða hann, þið þekkið þetta, kemur vok og lykt, skrúpa kjálkana, draga vígtennurnar úr, helmingurinn af þeim ofan í beininu og má ekki brotna. Svo þarf að skera þær í þunnar sneiðar og lita og taka aldurinn þið sjáu hérna smásögmynd af einni sem hvað haldið sig gömul? Gamli kennarinn. 6 ára þessi. Þannig að það heilmikið stúrs og það mjög mikilvægt að hafa góða aðstöðu til þess og það fer mikil tími í þetta líka. En mælingarnar sem allir hafa áhuga á, það hver stofnstærðin og þetta síðasta grafið hans Páls sem hann gaf út 2010. Þessar stofnmælingar byggja á aldursaflaðaferð og þær alltaf nákvæmari aftur í tíman. Þannig að næstu tölur verða til 2010 væntanlega. Því að á meðan ennþá dýr á lífi í aldurshópnum sem við erum að skoða, þá eru skekkjumörkin of stór. Og þarf vel að vera búið að veiða upp kynslóðina til þess að sé komið nákvæm aldursgreining. En þarna sést að frá því að mælingar hófust, þá hefur stofninn verið í vexti. Og þetta frekar nákvæma mælingar, skekkjumörkin eru mjög lítil hérna til að byrja með og stóri í lokin. En alveg klárlega hefur stofninn vaxið og sérstaklega hratt
eftir 95, eða jafnvel 97 myndi maður segja, kemur svona bratti í stofnmælingarnar. Þetta miðað við september, þannig að allir yrðlingar sumarsins taldir með, því þeir eru orðnir fullvaxnir og taldir sem fullorðin dýr. Menn hafa velt þessu fyrir sér og oft hefur maður heyrt að þetta sé vegna friðunar, sem var 95. Og þá fór maður að skoða veiðitölur, og þetta eru veiðitölur sem að fást frá Umhverfisstofnun og sambandinu. Því að það í rauninni sambandið, eða það eru sveitarfélögin sem að greiða mest fyrir þessa veiðar. Og frá því 95, þegar friðun er sett á, þá kostnaðurinn komin í 1,6 miljard. Þetta er 120 milljónir á ári að núvirði og þetta eru 84.000 dýr. Og þið sjáðu neðst í súlunni eru grendýr. Grendýrin eru svona frekar jafn fjöldi, en það hefur aukist fjöldi grendýra sem veiddur. Þetta sko veiðitölur, þetta ekki stofnmat. Dökkbláu hlutin eru hlaupadýr. Þau hafa í rauninni stækkað hlutfallslega mest, eða fjölgast hlutfallslega mest. Og svo eru efstu súlurnar eru yrðlingar. Það alltaf frekar svipað mikið magna yrðlingum sem veitt. Kannski aðeins meira núna eftir stærri stofn. En þessi veiði náttúrulega til þess að reyna að halda stofninum í skefjun, eða það það sem að menn hugsa sér, og reyna að minnka álag á búfé. En þetta virðist þá að haft þveröfuga áhrif, því að á þessum tíma sem veitt svona mikið, þá hefur stofnin einmitt stækkað. Og það mjög áhugavert. Hvað veldur fjölgun og fækkun í stofnum? Það náttúrulega mjög áhugavert að skoða hvað það sem að veldur því að stofnin í hámarki í upphafi mælinga, síðan fer hann niður í lágmark kringum 1970 og svo hækkar hann aftur og svo hækkar hann hraðar. Hvað veldur þessum breytingum? Og þá náttúrulega fer maður að skoða umhverfið og það klárt mál að þessi minnkun og þetta hrap í stofninum, það má skýra með ýmsum hætti. Það var náttúrulega að ljúka þarna ansi intensívri eiturherferð sem lauk næstu því með útrýmingu arnarins, en eitt og sér það ekki nóg. Fæðuframboðið hefur væntanlega minnkað verulega vegna þess að það voru jarðbönn á þessum tíma. Það frusu firðir og það var kuldaskeið á þessum tíma og margir fuglastofnar áttu erfitt uppdráttar. Síðan hlýnar mjög hratt og það má alveg leiða því líkum að hlýnunin og betra ástand aðalega fugla og hafi orsakað það að stofninn fer rétt úr kútnum ásamt því að það ekki eitra lengur eða á flestu stöðum. En veiðiálagið alltaf svipað. Síðan kemur fílastofninn, hefur bæði fjölgað og fært inn til landsins. Það eru nokkra gæsategundir sem hafa aukið stofna sína og vaðfuglar hafa rétt úr kútnum. Auðvitað hafa sjófuglar átt í vandræðum og það er alveg vitað mál að þeim hefur fækkað og það var hrapa sjófuglastofnar víða, en þeir eru það fjölliðaðir að það kemur væntanlega ekki niður á tófustofninum að minnsta kosti í bili, en kannski skoða það líka á eftir. En það þessi snögga aukning frá 97 sem að menn hafa áhuga á og það þessi friðun sem að menn vilja nefna, hún hljóta að hafa skipt máli. Það í rauninni bara eitt svæði sem að í rauninni friðað á Íslandi og það eru Hornstrandir og það mjög lítið og einangrað svæði og ef maður skoðar hversu erfðafræðilega einangraðir Vestfirðirnir eru, þá hljóta Hornstrandirnar að vera ennþá einangraðri. Þetta 5 kílómetrar sem að skilja Hornstrandir frá meginlandi Vestfjarða og það tekur meira en 2 ár að fjölga stofninum á landsvísu út frá einu litlu svæði sem slíku. Þannig að það eitt og sér skýrir ekki þessa hröðu aukningu allt land. Plús það að þessi friðun í rauninni ekki friðun, vegna þess að það hefur aldrei verið veitt meira heldur en eftir friðun. Þannig að eiginlega ekki hægt að tala friðun á landsvísu á þessum tíma. En það verður ákveðin áherslubreyting, það sem hvatt til vetraveiði.
Og það hlutur sem við höfum aðeins verið að skoða og Páll var farinn að velta fyrir sér hversu mikið bætir það við þessa náttúrulegu fæðubót sem að hlýnunin og aukið fæðuframboð. Hversu mikið bætir það við þetta æti sem lagt út á vetrarlagi. Vegna þess að sumarfæða refa á Íslandi ekki takmarkandi þáttur. Hún miklu meiri heldur en þeir geta nokkuð tíma torgað og það vetrarfæðan sem skiptir máli þarna. Og í rauninni þarf að skoða hversu mikið æti lagt út og hvort að það skiptir máli og þetta í rauninni ekkert búið að skoða þetta. Ég ekki að segja að þetta sé svarið en þetta það sem hefur breyst mest. Og að því við erum nú í góðu sambandi við vísindamenn erlendis þá höfum við aðeins verið að skoða hvernig fara þeir að þarna í Skandinavíu. En þeir eru að reyna að fjölga tónum, öfugt við okkur, og þeim gengur það bara ekkert voðalega vel. Þeir eru með 2 svona ræktunarstöðvar í Noregi og 2 í Svíþjóð og fóru nú að vinna saman fyrir 10-15 árum. En áður var ekkert samstarf á milli þó svo tófurnar löbbuðu á milli landamæranna. Og það sem að hefur skilað árangri núna á undanförnum árum hjá þeim í rauninni tvennt. Það sem sagt þeir rækta þessi dýr í þessum búrum þarna og svo hleypa þeir yrlingunum upp á svæði og sleppa þeim út á svæði þar sem þeir vita voru gömul tófugreni. Og síðan þurfa að gefa þeim að éta á veturnar. Eftir þeir fóru að gefa þeim að éta á veturnar þá hafa þeir lifað af. Það í rauninni það var takmarkandi hjá þeim og eftir að fóru að gefa þeim að éta þá lifðu fleiri dýra af og það batnaði líkamsástandi hjá þeim og þær læður sem að gutu voru frjósamari en ella. Síðan prófuðu þeir á nokkur svæðum að skjóta rauðrefi í burtu. Þannig að þar vinna menn við að skjóta rauðrefi en lífa tófum. Það sem gerðist að það losnuðu fleiri óðul og tófurnar fengu frið til þess að tímgast þar og lífslíkur yrlinganna hækkuðu. Þannig að fleiri tófur komist af og komist í ætið af vetrarlagi. Þannig að þetta skiptir greinilega máli og það hefur verið gerð tilraun líka til þess að prófa þetta. Hún var gerð held ég 95 og sýndi fram á þetta. Þannig að þetta virkar greinilega mjög vel. Og þetta virðist ganga ágætlega líka hérna á Íslandi. Ég aðeins labbaði landið og tekið myndir og það dálítið mikið svona hérna víða land. Og þetta ekki ádeila á neinn, en ég hef líka talað samt við marga gamla veiðimenn sem var fuss og svegið þessu og segjast aldrei hafa sett svona mikinn mat út og hefðu aldrei dottið í hug. Þeir hefðu bara notað hausinn á hestinum. En í einu firði liggja 3 svona hestar á Vestfjörðum. Og það bara eitthvað sem fékk mig til að byrja að hugsa, það gæti skipt máli að það sé svona mikið úti og ég hef spurt bændur á svæði sem ég þekki til og hafa verið í vandræðum út á tófugangi og það voru 3 bændur í einu firði sem lögðu allir út æti nálægt bóndabænum sínum fyrir veiðimenn sem komu þegar þeir komust. Og þegar það var búið að klára ætið án þess að veiðimaðurinn kom, þá fylgdu þeir á. Þannig að þetta og þeir voru gerði í góðri trú og þetta alvarlegt mál finnst mér vegna þess að það verið að draga dýrin að bóndabæjunum þar sem menn vilja ekki hafa þær og það hugsanlega líka verið að hjálpa þeim að lifa af veturinn. Og ég held að menn verði bara að fara að stemma stigu við þessu og það þyrfti bara einhver að taka saman upplýsingar hversu mikið þetta Því þetta hlýtur að skipta máli til viðbótar. Og það hringdi bara einn í mig núna eftir fréttirnar áðan og sagði á mínu svæði tófan hætt að koma í ætið. Kannski það þess vegna sem þeir alltaf að leggja út betri og betri og flottari steik. Til þess að koma freka til mín heldur til hinna. Kannski svona mikið þann úti að þeir komi ekki lengur. En þetta bara vangaveltur, það þarf að mæla þetta. Það skiptir máli. Þannig að það sem kannski maður að reyna að leggja til og ég veit að það verið að reyna að endurskoða reglur og vinnubrögð og ég vona að það gangi bara vel. En að
eins og það var áður að þá var veiðiálagi reglubundið, þetta voru ákveðni veiðimenn, þeir voru samstarfshúsir og sendu inn hluta hræjum, þeir héldu góða veiðskýrslur og þetta nú ennþá sem betur fer í gangi. Þetta þarf að vera þannig til þess að sé hægt að mæla stofninn og fylgjast með honum og það eru þessir hlutir eins og aldurssamsetning, það hlutfall kynþroska dýra sem tímgast, það frjósemin og það líkamsástandið. Og svo kannski smá í sambandi við veiðiálagi að það sé einhvers staðar í samhengi við tjónið. Það sé veitt nálægt æðavörpum, fjárbúum og öðrum nytjasvæðum. Aðrir staðir eru eiga allavega ekki að vera vettvangur vetrarfóðrunar. En aðeins svona bara frá því sem ég hef verið að gera frá því að Páll lést, þá hef ég nú tekið við hræjum og þurfti að fara í smá vinnu við að semja við veiðmenn upp á nýtt sem að bæði held þetta væri búið og hætt með honum og líka kannski þurfti að læra að treysta því að þetta yrði gert og heldi áfram og svo var að koma þessu á einhvern stað og hingað ég komin og mjög þakklátt fyrir það. Ég hafði ekki aðstöðu þar sem ég var í Melrakkasetrinu fyrir vestan til að kryfja. En þetta eru að verða 1000 dýr og ég bíð spennt eftir aldursgreiningu núna sem að gæti gefið mér tækifæri til að fara að reikna næsta punkt og það sem komið sést að frjósemin hefur ekki breyst mikið, meðaltalið ennþá milli 5 og 6 yrlingar og þetta ég set stjörnu við 2013 vegna þess að ég ennþá að fá dýr frá 2013 en það hefur ekki breyst. Það sem að hefur kannski, ég veit ekki, ég aftur að skoða aftur í tíman, þetta bara frá 2010 til 2013 að það sem að áhugavert og vekur athygli erlendis, það hversu ung dýr eru hér á grennum. Að megnið af grenndýrunum sem eru veitt á Íslandi og senda í hræ frá öllum landshlutum eru 1 árs. Líka megnið reyndar að hlaupa dýrunum en það ekki óeðlilegt því það stærsti hluti stofnsins. En 1 árs grenlæður og grensteggir í svona miklu magni, þetta ekki undantekningin, þetta reglan, það þykir mjög sérstakt. Og ég hérna með grein frá Svalbarða, það sem ég þekki til og það mjög svipað Ísland að mörgu leyti en náttúrulega miklu norðar og það í ístengingu við önnur svæði þannig ég veit að þær fá svolítið að læmingja tóum, sérstaklega steggjum þannig að þar eru aðeins frjósamari, það eru með meðaltali 6,3 legur en það engin, ég sé ekki engin, það nánast engin 1 árs læða með legur. Þegar 64 læðum þá innan við, það 1%, það 6 læður af 64 sem eru með einhver legur og þær eru með færri legur en hinnar. Þær eru allar 4 ára eldri með legur. Þannig að þar kerfið mjög stabílt. Sjálf hef ég verið á Hornströndum í 15 sumur og fylgst með einstaklingum sem við þekkjum frá því við eyrnamerkjum þær og ég fylgst með 6 óðulum í talsvert langa tíma og við höfum séð að það ekki möguleiki fyrir svona ungdýr að komast að. Þær komast bara ekki að, þær verða bara að bíða en þar hugsanlega líka styttri tími sem þau geta haldið óðalinu. Við höfum séð 5 ár max og þá eru önnur dýr tekin við. Þannig að það baráttan mjög hörð og þannig að það ekki, það mjög sérstakt að það skuli vera svona ung dýr sem eru á óðölum hér. Síðan aðeins mengun á hætti. Sendt dýr, úr 60 dýrum hefur sendt 200 lífsýni til Þýskalands þar sem þeir voru að rannsaka hvað veldur hruni á stofni á Menni-eyju sem eina af þessu rússnesku eyjum hérna hinum megin og þar hrundi stofninn 1970. Það mjög slæmt ástand, það 40–50% af dýrunum sem eru bara í mjög lélegu ástandi og ljótir í feldinum. Þessi grein sem kom út í fyrra, hún kvikasilfursinnihald og íslenskar tóur sem búa við ströndina eru mjög mengar af kvikasilfuri. Og þetta kom á óvart því að þetta magn var í rauninni banvænt í sumum tilfellum. Og þetta ekkert langlíft dýr, þetta efni sem safnast upp á ævinni, þannig að það mjög sérstakt að svona skamlíft dýr skuli vera með svo mikið magn. Og innanlands var eiginlega ekkert kvikasilfur í tóunum. Þetta náttúrulega bendir til þess að fæðan sé mjög ólík inn til landsins og við ströndina, en fæðan fyrst og fremst sjófuglar og sjórekið hjá þessum strandatóum.
Þannig að það þarf að skoða þetta betur. Og við erum að safna magninnihaldi og við höfum áhuga á ég hef sérst safna feldsýnum og vöðvasýnum og beinasýnum fyrir ísótópagreiningar, þar sem maður getur skoða hvort að fæðan sé hafræn eða landræn. En við erum líka að safna fitu til þess að gera fitusýnigreiningar sem eru nýjar á nálinni og frekar dýrar, en þá getur maður séð hvað tegundir hún er að éta. En við vitum svo sem ekki hvað áhrif þessi mengun hefur, en við vitum að uppistaða grendýra eru mjög ungdýr, hvort sem það er orsök eða afleiðing eða hvort það sé út af grenjuvinnslu eða einhverju öðru. Þannig að við þekkjum í rauninni ekki þessi áhrif og ég veit að ég talaði við ERP sem vinnur í Vestmannaeyjum og ég veit að það hefur verið gerðar mælingar hér á íslensku sjófuglum og það finnst talsvert mikið magn af kvikasilfri að minnsta kosti í svartfugli. En það þarf að skoða þetta betur. Hér er þessi grein og þetta eru gröf úr greininni og það sést bara fullorðin dýr og svo yrlingar. Yrlingarnir eru með minna og Ísland er nær mér og innanlands eru kassarnir sem eru næst til mér og þar næst eru stranda. Þannig að fullorðna strandatófur á Íslandi eru með jafn mikið kvikasilfursmagn eins og menn í tófurnar, en það er minna í yrlingum. Hérna sjást myndir af yrlingum frá menni og það sem er rauða eyrnamerkið er ansi ljótur. Við myndum örugglega halda þetta væri snóðdýr hérna á Íslandi, en sá með bláa merki er hefnari, hann er aðeins heilbrigðari, en það er mjög stór hluti stofnsins sem er ljótur í feldinum og hefur lága lífslíkur og er svona bara ekki að þrífast vel. Þannig við höldum á okkar refir séu mjög heilbrigðir og hraustir og vonum það bara, en vitum ekki nákvæmlega hvað það er. Svo ég taki nú aðeins saman, þá er yfir 90% af Norðurlandastofninum hér og íslenski stofninni hefur nokkra sérstöðu. Við höfum í rauninni aðra stöðu en önnur svæði vegna loftslagsbreytinga, en þar eru það rauðrifirnir og læmingjarsveiflurnar og breytingar búsvæðum sem eru að ógna stofninum. Hér er tófan talin tjónvaldur og miklum fjármunum er varið í veiðar til að koma í veg fyrir tjón sem reyndar er ekki metið til fjár. En það er til mikið þekking á Íslandi og merkilegt gagnasafn sem vonandi heldur áfram að safnast og þetta merkilega samstarf veiðimanna og vísindamanna þykir mjög merkilegt á heimsvísu. Tófustofninn var í sögulegri lægð 1970 en hefur vaxið upp úr því, sérstaklega eftir 1997 og veiðiálag hefur í rauninni ekki valdið fækkun, heldur hefur fjölgað. Við mælum þéttleikaháð áhrif. Þéttleikaháð áhrif eru þannig að ef að stofninn er orðinn það stór að landi getur ekki borið meira, þá kemur það niður á fjölda eða hlutfalli kynþroska dýra sem tímgast. Það er kallað geldtíðni. Maður getur séð breytingar í geldtíðni og jafnvel frjósemi. Þannig að það er í rauninni svona automatic náttúrulegt svar við að stemma stigu við fjölgun. Við höfum ekki fundið þessi þéttleikaháðu áhrif hér en fylgjumst áfram með. Það er hugsanlegt að þau séu farin að koma í ljósa ákveðnum landsvæðum, en það þarf að skoða það betur. Meginuppistaðan eru mjög ungdýr og það er ekki vita hvaða áhrif það hefur á langtíma afkomu stofnsins. Hugsanlega er það bara allt í lagi. Frjósemin er minni en hún getur verið. Líffræðilega geta læðurnar verið miklu frjósamari og ég vona að við ætlum ekki að fara að bjóða upp á þær aðstæður hér á mannavöldum. Og það eru mjög hágildi mengunarefna í strandatófum á Íslandi, en við vitum ekki hvað áhrif það hefur á heilbrigði og viðgang stofnsins. Og það er mjög gott ástand á vetraveitum dýrum hér. Við finnum sjaldan horuðdýr, þannig að þær virðast hafa nóg aðgang að fæðu og fúlsa við góðri fæðu, er mér sagt. Og það þarf að skoða hversu mikið þetta góða líkamsástand er á mannavöldum og reyna að hindra ótakmarkan aðgang villtra refa að fæðu á vetrarlagi. Og þakka ég bara fyrir. Og takk fyrir.
Við höfum núna nokkrar mínútur fyrir umræður. Endilega ef þið viljið vita eitthvað nánar eða komið athugasemdir eða. Já, takk fyrir fyrirlesturinn, Arnór Stefánsson heiti ég með þessa vetrarfóðrun. Það nýtur náttúrulega aukast þar líka dánatíðnin af því að nú mikið skotið við þessi hræ og það var hérna sínum tíma þegar hægt var að greiða fyrir vinnslu á miðhálendinu þá var hvatt einmitt til þess að vetrarveiði væri aukin og meðal annars með þessu að bera út og það lítur að talsvert aukin dánatíðn á þessu stöðin líka þó að það sé einhver svona dæmum að þessi borið út og lítið veitt að það var eitthvað mest að þessu er skotið við svæðin. Já, en það er sína veiðitölur að fleiri dýr deyja. Hlutfallsleg dánatíðni er væntanlega minni heldur en hlutfallsleg fæðingartíðni, annars væri ekki fjölgun. Það er engin innflutningur, svo dánatíðnin er ekki nóg. Til þess að veiðar geti haft áhrif þá þurf dánatíðnin að vera meiri. Þannig að hún dýr ekki til og 84.000 dýr er dálítið mikið. Þannig að það virðist hafa ekki ná að balansera það niður. Já. Sturla Friðriksson hérna. Mér þótti þakkaði kærlega fyrir þetta fróðlega erindi. Mér þótti gaman að heyra sérstök stöðu íslenska refsins. Sko, hann náttúrulega alveg sérstakur vegna þess að hann var hér fyrir þegar að maður kemur til landsins, þá eru hérna refir fyrir. Og eins og þú sagði þá hefur hann sennilega borist með ísjökum eftir jökulskeiðið en það voru jakar hér á leiðinni ekki alls fyrir löngu sem hafa komið jafnvel frá Alaska og þeir var komið að þvert yfir landið. Þú varst að minnast á að það væru líka sérstæð refategund þar í Alaska megin. Hann geti hafa borist þaðan með jökum alveg hreint eins og sunnan að. En úr því staðin upp þá langar mig til að segja hér orðatiltæki til hvers voru refirnir skornir. Veistu það? Til hvers voru refirnir skornir? Ég hef skýring á því, það var þannig að það voru hægt að skera refaskinnin í mjóa þvengi og konur sem að voru búin að setja upp klæði á vefstól gátu skotið þessum strengjum inn svona öðru hvoru í klæðið og með þessu móti var hægt að búa til röggvafeldi. Hvað voru röggvafeldir? Það var klætt úr þessum ströngum. Það voru búnir til pelsar sem að voru með refahárin utan á og var alveg eins og pelsur allt í kring. Má ég spyrja sæti mig hérna aðeins bara örstutt, veistu til þess að refir éti hvern annan? Ég hef aldrei séð það, en af hverju ætti þér ekki að gera það? Ég hef reyndar oft séð dauða refi inn á óðali og það er ekki alltaf búið að éta þá og oft eru yrlingarnir einn og einn að drepast og þeir eru svona að leika með þá. En þetta er náttúrulega bara kjöt. Ég veit það ekki. Ég veit ekki til þess. Ég sakna þess að ég myndi þessum rannsóknum ykkar hérna á Náttúrustofnun. Ég sakna þess líka það Páll Hesturson var og hét.
að það er vel ákveðlega lítið við rannsakað hvað þessi blessu tófa étur. Þú nefnir þarna að þú gefur þér sjálfkrafa að það er þessi borin matur á veturnar, það er ekki rétt, það er bara við sérstaklega æti, en það er fjölgað gífilega mikið, bæði heiðagæði sérstaklega og grágæsjulandi, og refurinn sem við sjálfsagt þekkir til, hann grefur niður egg til vetrarfæðu. Það þegar við ekkert getum það og þið getið ekkert hvað refurinn étur. Það er við sem ég er bara líffræðingur og veiðimaður og ég hef vel gagnrýnt þetta að þið vitið stúrst ekkert hvernig refurinn haga sér gagnvart veiði, hvað étur. Þú talar að taka sýni, vöðvarsýni og mengunarsýni, en akkur rannsækja ekki meira hvað étur. Ég sakna þess. Kannski bara til að svara þessu flettaðast tilbaka, við erum sem sagt núna akkurat í þessu augnablikinu að stúdera maga númer 40 held ég, af 200 sem eru í fristinum. Þetta er úr 2 fyrstu mögunum og þessi glæra er ekki byggð á einhverju sem maður hugsa sér, heldur eru til birt efni bæði doktorsritgerðar Páls þar sem hann skoðaði bæði magainnihald og saur og svo er strákur sem heitir Hálfdán Helgi Hálfdánsson sem gerði svona, það er kallað 4. ársverkefni þar sem hann stúderaði ég held 200 maga frá öllu landinu, vetramaga og síðan eru við sem sagt, við fengum Melrakkasetrið fékk styrk frá Veiðikortasjóði 2012 til þess að skoða refamaga og það eru 200 magar sem hafa safnast og ég held að við séum komin í 40 og eitthvað. Okkur gekk illa að fá aðstöðu til þess að safna og svo voru ekkert nógu margir heilegir þannig að á þessum tíma sem ég hef krufið hef ég tekið heilegum magana og helst frá öllu svæðum og þannig að það er kannski ekki alveg rétt að sé ekki vita hvað er éta. Síðan hefur verið gerð athugun þar sem eru spurningakönnun meðal veiðimanna, þar sem er skráð niður hvað þeir finna á greni og það er í rauninni fylgir alltaf skýrslunni frá þeim sem vinna greni, fylla nú ekki alltaf út en það er tekið tillit til þess og svo höfum við gert líka athugun sem var 99, það var enda bara póster og þar vorum við að bera saman það sem finnst á grenjum við það sem fannst í maganum og það sem var í skít. Þess að magainnihaldið er bara svona augnabliks ástand og maður þarf talsvert marga til að fá tölfræðilega niðurstöðu. En í þessum mögum sem við erum komin með, þá finnst allt þetta sem er talið upp hér og eggjaskurn finnst reynda lítið á vetrarlega en eitthvað og þessar lirfur eru sem sagt úr sikkorum maganum. Það var sem sagt annar maginn fullur af þessum hérlirfum. Þetta eru iglur og svo voru púpur, þetta eru vetramaga sem við erum að skoða. Og það er oft heilt býflugbú inn í maganum. Það er líka oft fullt af fugli eða spendýrakjöti. En það er sem sagt það sem hefur verið að reyna að gera. En þessar efnafræðirannsóknir hafa gefið góða raun og þær eru notaðar í samanburði með hinum rannsóknunum. Allt hjálpast við það.